Veltum aðeins fyrir okkur skurðpunktur grafa. Ef við erum með 2 gröf inn í sama hnitakerfinu þá mögulega skerast þau og þá getum við fundið punktana þar sem þau skerast. Rifjum fyrst upp hvernig graf er skilgreint. Þetta er skilgreiningin sem við vorum búin að fara yfir áður þegar við skoðum bara hnitakerfið. Að grafjöfnu sem inniheldur breyturnar x eða y og eða y, aðra eða báðar, er mengi allra punkta x, y sem uppfylla jöfnuna. Þannig að allar tölur, öll talnapör, þar sem að x, þar sem x og y passa inn í jöfnuna, þau koma inn í þetta graf, aðri punktar koma ekki inn í grafið. Og ef við tökum dæmi bara mynd, þar sem við erum búin að setja inn 2 gröf, það er graf sem er svona hringur, annað graf sem er þessi lína hér, og hringurinn hann hefur þessa jöfnu x minus 2 í öðru veldi og línan hefur þessa jöfnu hér y jafnt x plus 6. Þá sjáum við að við veljum einhvern punkta handahófi, til dæmis bara þennan hér, þá vitum við að í þessum hérna punkti þá er jafna hringsins ekki sönn, vegna þess að hann er ekkert á hringnum. Og ef við myndum taka hnitin hérna, þetta er svona það bil 4,5, og við myndum taka þau hnit og setja þau inn í hérna jöfnuna, þá myndum við alls ekkert fá 16 út úr vinstri hliðinni, fengjum eitthvað minna en 16. Þannig að þessi græni punktur, hann er ekki á hringnum, og þessi græni punktur, hann er alls ekki á línunni heldur. Við getum séð það bara, til dæmis ef við setjum x og y 4 og 5 inn í þessa jöfnu, þá fáum við alls ekki jafnvægi. Við getum valið okkur líka eitthvað punkt eins og þennan hér. Og af því hann er á hringnum, þá vitum við að þessi hérna jafna er sönn. Þannig að hver sem þessi punktur er, þá vitum við að hann passar inn í þessa hérna jöfnu. Við myndum setja hnitin x og y inn og reikna út úr sögunum, og því það myndum við fá út 16. Og eins ef við tökum þennan þarna punkt, þá vitum við að fyrst hann er á línunni, þá er þessi hérna jafna sönn. Þannig að hvoru jafnan er sönn í þessum græna punkti, í þessum fjólubláa punkti er jafna hringsins sönn en ekki jafna línunar. Í appelsínugula punktinum er jafna línunar sönn en ekki jafna hringsins, og síðan höfum við 2 punkta til viðbótar sem við myndum vilja skoða. Það er þessir hérna þar sem að gröfin skerast. Þeir eru sérstakir fyrir það. Ef við skoðum hnit þessara 2 punkta, þá passa þeir inn í jöfnu línunar og þeir passa líka í jöfnu hringsins. Og þetta nýtum við okkur þegar við ætlum að finna hvar þessi skurðpunktar liggja. Og nú tökum við bara dæmi. Við ætlum að finna skurðpunkta grafana x minus 2 í öðru veldi plus y minus 4 í öðru veldi jafnt 16. Og línunar y jafnt x plus x. Og það sem við verðum að átta okkur á í þessu er að fyrst að svona almennt séð er þessi hérna lína, eða þessi hérna jafna, hún er bara jafna línunar, þannig að y geta verið óendanlega margar tölur og x getur líka verið óendanlega margar tölur, og eina skilyrði er að þessi jafna passi. Þannig að allir punktar sem við fylla þessu jöfnu eru hérna á þessari línu. En akkurat í þessum skurðpunktum, þar er þetta hérna y, það sama eins og þetta y. Og þetta hérna x er það sama eins og þetta x. Og það er eitthvað sem við þurfum að nýta okkur. Þannig að í öðrum punktum í hnitakerfinu, þá erum við ekki endilega að tala um að þetta hérna x sé það sama og þetta x. En akkurat í skurðpunktunum, þá er þetta það sama. Við skulum bara leysa þetta með innsetningaraðferð. Það má líka nota í mörgum tilfellum eiginaraðferð, en hún myndi ekki ganga í þessu dæmi. Þá
byrjum við að skrifa hérna upp jöfnu hringsins x mínus 2 í öðru veldi pluss, en í staðin fyrir að skrifa y þá skrifum við x pluss 6 að því við vitum að y er jafnt á x pluss 6. Það kemur x pluss 6 mínus 4 að því að það var y mínus 4 og svo annað veldi er jafnt á 16. Hérna getum við reiknað út úr svigunum. Ferningsregla gefur okkur x í öðru mínus 2 sinnum x-inu mínus 2 sem eru mínus 4x pluss 2 í öðru sem eru 4 pluss, hér erum við með raun og veru x pluss 2. X og svo pluss 6 og mínus 4, það er pluss 2. Þannig að ef við reiknum út úr því, þá fáum við þetta x í öðru pluss 4x pluss 4 og það er jafnt á 16. Við einföldum þessa jöfnu. Við erum með 2 stykki af x í öðru, x-in eigða hvert öðru og svo reiknum við fastana saman. Þannig að við erum með 2x í öðru jafnt og 8. Þannig að við erum með pluss 4, það eru 8 í hildina, færa það yfir og þá fáum við 16 minus 8 sem gefur 8. Og þá deilum við með 2 báðum megin, fáum x í öðru jafnt og 4 og svo tökum við ferningsrót og munum að lausnirnar eru bæði pluss og mínus 2. Þá erum við bara eftir að reikna út y-hitin og við gætum tekið þessar tölur 2 og mínus 2 og setta inn í staðinn fyrir x í jöfnu hringsins. En það eru miklu lengri útreikningar heldur við þurfum að gera vegna þess að jafna línunar eru miklu einfaldari. Þannig að við setjum tölurnar frekar í jöfnu línunar. Þannig að x1 er jafnt á 2, það gefur okkur að y1 er jafnt á 2 pluss x. Setjum þetta bara inn í jöfnu línunar sem gefur okkur 8. Þannig að fyrri skurðpunkturinn sem kallum S1 er þá 2,8. Nú x2 það er mínus 2 og það gefur okkur að y2 er þá mínus 2 pluss x sem er 4. Þannig að skurðpunktur nr. 2 er mínus 2,4. Þar með erum við að finna þessa 2 skurðpunktar. Síðan ef við þurfum að finna skurðpunta einhverja annar að grafa, til dæmis línu og fleygboga eða 2 lína eða 2 fleygboga, eitthvað svoleiðis. Þá notum við í langflestum tilfellum innsetningaraðferð, þó að eyðingaraðferð getur stundum gengið. En þetta gengur eiginlega bara út á það að við setjum jöfnurnar saman og leysum þá jöfnu sem kemur þá út. Og gerum bara það sem gera þarf. Stundum þarf að nota imbu, stundum þarf að nota eitthvað annað. Og það verður bara skoðast í hverju tilfelli fyrir sig.